Herru, Arnar, 1-2 tap niðurstaðan, bara fyrstu viðbrögð eftir leik? Sjálfsögðu vonbrigði. Mér fannst fyrri hálfleikur vera nokkuð solid, þetta var erfiðar aðstæður. Við gerðum illa í ákveðnum mómentum, þá var ég við svona föst leikadri og þess aftur sem að skipta svo miklu máli á þessu level. 3 hornspyrnur fóru til fjandans og svo minnir mig að Aron hafi fengið dauðafæri þar sem boltinn var aðeins og hár. Þetta er svona betur í litlu dítelinu sem að skipta máli á þessu leveli. En í seinni hálfleik vorum við bara allt of sloppy. Við vorum allt of sloppy og viðvörunarbjöllum voru bara að hringja löngu áður en að þeir gerðu fyrsta markið sitt. Hvað veldur ég veit ekki, ég held að menn hafi bara einhvern veginn gleymt að taka sér réttu stöðuna, nota bene þegar við erum með boltann. Hvað þýðir að koma sér í svona svokallega hvað ef stöðu, hvað gerist ef við missum boltann og menn voru allt of langt frá sínum mönnum og þeir voru bara með kjarnorkulöppunum til að nýta sér okkar veikleika. Hvað hefðirðu viljað fá svona aðeins meira frá þínum mönnum eftir að þið minnkið munin? Já, ég var að pæla í hvort það hefði eitthvað verið betra að missa mannin út af þeirra ekki. Þeir svona fóru ansi lágt og mögulega eftir að hyggja hefur kannski bara átt að fara í gamla og góða að dæla boltinn í teig og vinna seinni bolta og þess háttar. Sköpum frekar lítið eftir að við vorum einu manni fleiri. Við reyndum einhverja að göslast eitthvað en þeir, enn og aftur, þeir voru bara klókir. Það fór mínúta í hverju einstu mistök sem við gerðum og tíminn var étinn upp, þannig að það var, seinni hálfleikur, við verðum bara að tala hreint úr hlutina, hann var bara ekki nægilega góður á okkar hálfu til að töluðum fyrir leikinn, en við þurfum að verðskulda að vinna svona leiki og við gerðum það bara ekki í dag. Gerir tvöfalda skiptingu í stöðunni 2-0. Ari Sigurpálsson og Níko Hansen, Ari skorar og Níko krækir mann út af velli, þið hlýtur að vera ánægðir með þessar skiptingar? Já, við þurftum 2 eða 3 tap, við þurftum að breyta bara leikplan og gera eitthvað öðruvísi og Ari er vantarlega bálreiður að ekki byrja inn á. Kemur inn á og gerir mjög gott mark og stendur sér mjög vel. Þannig að það var bara, við settum okkur bara í djúpa hólu, bara því miður, með 5 til 7 mínútna kafla í seinni hálfleik. Og einhvern veginn, það var erfiðar fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik, virkilega erfiðar einhvern veginn og við náðum bara lélegum takti varnarlega og við erum náttúrulega smá laskaðir, náttúrulega vantar Gunnar og fleiri leikmenn og menn voru að spila, sumir voru að spila svona á, ég ætla nú ekki að segja annarra löppinni en höfðu lítið þrek til að spila 90 mínútur. Þannig að við fengum góð orku frá varamönnum en því miður þóttu þetta ekki til. Getur þú sagt okkur eitthvað frá meiðslunum hjá Aroni Elís í lok leiks? Það virkar tóknun, svona vonandi smávægt en hann er klárlega út úr leiknum á móti Lask. Okay. Hvernig bara metur annars ykkar möguleika þar? Við ekki tala rosalega mikið um að íslenski leikmenn þurfa að læra rosalega mikið af þessu leikjum en á endanum verðum við kannski svolítið þreyttir að tala um að við þurfum alltaf að læra. Hvernig enda lærdóminn, það er 40 ár eða það eru 10 ár eða næsti leikur. Þetta eru bara svo lítil mistök sem við gerum á þessu leveli, bara hugsa um öll mörki sem við fáum á okkur og þá virkaðu mjög svipuð. Við erum með boltann, missum hann og break og mark og það gerist kannski ekki bara á okkar level, það er ákveðið lið í Englandi sem er líka að ströggla með þetta en þetta er bara möguleikarnir svolítið fara eftir hvernig við náum að fyrsta leik reyna þann leik, svo getur líka fara eftir hvernig gengur það þeim í kvöld. Ef þeir tapa fyrir 4 tína þá eru þeir úr leik, geta mögulega haldið það að við ætlum bara að hvíla ákveðna lykilmenn sem við getum kannski nýtt okkur, þannig að ég get kannski svara betur spurninguna á morgun. En svona möguleikarnir bara með 7 stig, ertu eitthvað búinn að fara ítarlega í þessa greiningu? Mér líður ekkert alltof vel með það sko, það er búið að vera að fá jafntefli í þessu móti. Það verður erfitt að fara til Austurríkis og naga neglurnar í 90 mínútur og sjá til hvernig það gengur, en mögulega dugar það. Ég veit ekki hvort það líkurnar á að hrapa úr 88% í eitthvað annað meðan leiknum stóð, ég veit það ekki, en vonandi dugar það. Takk.